Já, komið sæl. Það var vestanátt hjá okkur í dag, líkt og í gær, en það var nú svona öllu þurrara hjá okkur í dag. Hitatölur, eða allan að hámarkshitatölur voru aðeins hærri, þær náðu 15 stigum fyrir austan í dag. En það sem að gerast að það nú að streyma að hérna hjá okkur hlýra loft. Við fáum lægð inn á morgun og við sjáum svona hvernig kemur snúður á þetta hlýja loft. Þetta svona verða bylgju hreyfing á þessu. Lægðin gengur norðaustur yfir landið á morgun og dregur síðan til eitthvað kalt loft sem að verður nú reyndar tímabundið en getur valdið því að það verður dálítið hvasst sérstaklega austanlands þá á laugardaginn. En síðan mun nú aftur streyma að hlýra loft og útlit svona fyrir að við fáum sæmilegasta veður eftir helgi, hækkandi loftþrýstingur, vonandi meira af sól og blíðu þá. En ef við keyrum síðan svona úrkomukerfið og stöður lægða og hæða, þá sjáum við þessa lægð koma hér inn og hún verður komin hér áhrif hennar farin að gæta í fyrramálið, keyrist í norðaustur yfir land og við sjáum þessar þéttu þrýstilínur þá aðra nótt og fram eftir á laugardeginum. En síðan á sunnudeginu þá ætlar síðan næsta lægð að koma inn og það virðist ætla að rigna sérstaklega á vesturhelmingi landsins og gæti síðan verið áfram vestlæg átt hjá okkur næstu daga þar og eftir með lítilsháttar úrkomu síðan eftir að vera orður og sæmilega þurrt hjá okkur þegar að komið fram á þriðjudag, miðvikudag. Kerum hér aðeins þessar hefur mynd á stað og við sjáum að það var svona lítil úrkomumerki í kortunum nú síðdegis sem við sjáum að þegar að þessi skil koma inn í fyrramálið, rignir víða sunnanvert landið í fyrramálið, ekki mikil átök í veðrinu þá, svona 10 til 15 svona undan skilunum, getur verið það kalt í fjalla að þar verði úrkoma slita eða jafnvel snjókoma, en á láglendi verður þetta vissulega rigning og þetta keyrist síðan norður yfir landið og lægðin fer síðan yfir Breiðafjörð og inn á Húnaflóann þá annað kvöld og þá við búið að rigni svona víðar á landinu, ætti að vera svona þurrt austast á landinu. En það sem kannski svona mest athyglisvert við þessa lægð þessi norðvestan strengur sem kemur í kjölfarlægðina þegar hún nú komið lengra til norðaustur fyrir sjáum hvernig hann dreifir sér hér yfir landið og viðbúið að verði sérstaklega hvasst á Suðausturlandi og Austfjörðum þar sem að vindur stendur á fjöllum og við sjáum þá hér sem sé svona vindatölunar hér á Suðausturlandi þar sem að vindur kemur af fjöllum og einnig víðar á Austfjörðum og þar spáin nú að sýna meðalvind upp á eitthvað í kringum 30 metrar á sekúndu og þá geta nú vindhviður hæglega farið vel yfir 40 og jafnvel nálgast 50 metrar á sekúndu og í rauninni víðar verður vel hvasst á austanverðu landinu þegar þetta gengur yfir en það reyndar að hækka loftþrýstingur mjög ört og það þýðir að það svona dregur úr vindi þegar líður á laugardaginn og jafnframt mun létta til á öllu landinu. En það verður síðan hins vegar aftur á móti skammgóðu vermir því að áttin fer smá saman að vera sögulega síðan þegar aðfaranótt sunnudags. Næsti úrkomubakki komin inn þá miðjandag á sunnudaginn og það mun rigna víða sunnan og vestan til á landinu, þá mest á suðvesturhorninu, en ætti að vera sæmilega bjart og milt á norðaustanlands. Og í framhaldinu þá þetta nú svona nokkuð svipað veður, það að segja að það verður áfram vestlæg átt hjá okkur skýjað mestu leyti á vesturhelmingi landsins og eitthvað mun nú dropa áfram en öllu betri aðstæður þegar austadregur á landinu við sjáum hér þá miðjandag á mánudag þá verður sólríkt austanlands og hiti getur farið að slaga í 20 stigin. Þannig að við þurfum svona að þreyja þorðan í gegnum þessar tvær lægðir sem að koma þar, þessi lægð sem kemur þá á morgun og ætlar að verða nokkuð kröpp og valdað norðvestan hvassviðri eða stormi jafnvel eða þá austanlands á laugardaginn en síðan horfir svona á, getur sagt, bjartari tíð þegar við komum fram í næstu viku og svona segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.